Spottara klárir, skrifari klár, skipta klár. Við erum að tala að byssan næstu 13 kíló. Húðun á bakgrunum, þetta allt frekar þungt. Það tekur alveg á til lífið. Ógeðslega gaman að taka í kikki og heyra bing fyrir aftan sig. Það kemur fallegt bjöllur. Það er ekkert betri en fallegt bjöllur. Það er með skoti næstu þrauð. 20! You guys are probably wondering how I got to this point. I took my gun license when I was about 20 years old, but I really never dove all into shooting until maybe 3 years ago. I started shooting long range, prone and on bench, but after a while doing that, I got a little bored shooting always the same targets from the same position and trying to get the best groups. Then one day at the shooting range, some PRS guys came and started to train. I knew one of them, a good friend of mine from high school. His name was Guðni. We started chatting and he actually got me a little interested in PRS. That same night I went to another PRS shooter to buy a used scope he had for sale and we started chatting. He is also a PRS shooter, so he had his MTT gun up. I have to say, it was the most beautiful gun I've ever seen. I was so amazed how it was so tactical and it had everything. But after that visit I decided to buy myself a gun that I could use for hunting, but also for PRS, because I was actually getting a little bit interested. I used that gun for a few months and I could really feel myself in that sport. After that, there was no turning back. How I am is I am all-in type, and oh my god, I'm all in now. Þessa og ég gerði það og tappandi sem hann var að nota var aðeins svo stóri. BR Norma eða BR En ég fann samt geðveikan mun sko. Ég var samt alveg skítrættur að nota þetta fyrst. Hvað myndir þú segja við stelpur sem að horfa kannski og halda þetta sé ekki fyrir sig eða eitthvað svolítið? Að þeir þurfa að þora að koma. Ég held að við séum svolítið svona að við höldum að allir sé að horfa á okkur þegar við erum að keppa og það sé þröskuldurinn sko. En leiðu þú prófar þá veistu að það er enginn að fylgjast með því hvað þú ert að gera. Það er allir að spá í sjálfur sér. Þú veist, það er bara þannig. Það er allir með sitt í gangi. Já, það er allir með sitt í gangi. Og svo bara þora. Þú veist, þetta er sport þar sem ég held að þú fáir mestu hjálp bara í sporti ever sko. Nú er ég sjálfur að keppa í annað skipti mitt á ævinni. Og stóðst þig svo bara... Ég gleymdi að setja helvitis heyrnarskjólinn á mig! Bara ánægð með minn árangur og þú veist, allt sem að ég gæti sótt vitneskju allstaðar. Já. Það var allir tilbúin að hjálpa, þá maður vill að öllu gangi vel. Já. Það er mikilvægt að vera flottur á vídeóinu heldur en að vera að halda heyrninni. Nei! Ég er mjög ánægð með þetta og svæði hérna er algjörlega geðveikt. Ég er ennþá bara, ég er svo stoltur að ég vera Íslendingur að þegar við höfum svo geggjaða náttúru sko. Alveg bara, maður er hérna og maður horfir bara, þú veist, hausinn á manni er að springa sko, þetta er svo flott. En hvernig hérna, hvað var til þess að þú fórst í PRS? Skemmtileg saga. Ég var á Kanarí hjá mömmu. Já. Hringdi í manninn og hann var eitthvað leiðilegur við mig í símann, fannst mér. Hann var örugglega ekkert leiðilegur í símann, það var bara ég sem tók því þannig. Og ég hugsaði bara þegar hann lagði á, djöfull ætla ég að eyðileggja fyrir hann þetta mót, það var ókeypis fyrir konur að skrá sig, það var að reyna að fá konur í mót. Ég sagði bara inn á netið, skráði mig. Og svo hugsaði djöfullinn, hvað er ég að gera? Og ég ætlaði að bakka út, en ég fekk ekki leyfi, af því að vinur okkur var að halda mótið sko. En ég fekk ekki leyfi til að hætta við. Og ég var að deyja á stressi þegar ég mætti, því ég hefði ekkert skotið neitt sko, fyrir þetta. Og ég mætti og eins og ég segi, bara umhverfið og fólkið og allt bara, þú veist, þetta var svo gaman að ég hef ekki hætt síðan. Ég hef bara verið ég hef eiginlega bara keppt nánast aðra hverja helgi síðan júní 22. Það er bara svoleiðis? Það er bara svoleiðis. Hvenær byrjaði þú? Júní 22. Júní 22? Yes. Ok, og það er ekki nema rúm 2 ár síðan? Já. Og þú ert komin þetta langt? Já. Það er bara... En ég er náttúrulega með góðan kennara. Ég bý með góðan kennara, sko, þannig að ég er... Og það er alltaf verið að leiðrétta, þú veist, ekki gera þetta og gerði svona og gerði hins veginn. En, þú veist, það er sumt samt sem hann hefur útskýrt fyrir mér, sem ég hef ekki náð.
svo segir kannski þú það aðeins öðruvísi, sama hlutinn en það fyrir inn. Skilur. Þú veist, þannig að maður þarf að sækja þetta hjá öllum, sko. Svo er örugglega líka svolítið erfitt að láta manni sinn segja sig fyrir. Alveg rosalega. Þetta er eini staðurinn sem ég hlusta á hann, það er þegar ég er að keppa. Annars er það bara nei. En ég veit að það hvað hann getur og þannig að ég verð að hlusta aðeins, en Rúnar er náttúrulega risanafn í PRS heiminum. Hann er rosanafn í PRS heiminum, sko. Þannig að og mér finnst bara forréttindi líka að vera í grúppu með honum. Alveg. Að horfa á hann skjóta því að ég tók mikið, ef hann skaut á undan þá reyndi ég að taka það sem að hentaði kannski, ég er aðeins hærri en hann og það svona breyti kannski stundum einhverju örlitlu en maður tekur rosalega mikið út bara að horfa á fólk. Maður gerir það. Og það er líka sko eins og hann talar sko, hann er stífur og ég er liðug og þú veist, og það eru stöður sem hann getur gert sem ég get ekki gert, því hann bara einhvern veginn nær að beita líkamanum en meðan ég þarf að fara í einhverja svona þroskastellingar til þess að ná að gera mig, þú veist, stöða. Ég þarf einhvern veginn að þjappa mér saman, þú veist, til þess að ná þessu, á meðan hann einhvern veginn bara gerir það. Þetta er rosalega náttúrulegt hjá honum líka. Það er mikið flæði hjá honum þegar hann er að skjóta. Og hann er svo fljótur. Hann er svo fljótur og það er án þess að sé eitthvað vesen, sko. Hann virðist skjóta hægt, en er að skjóta miklu hraðar. Sko. Af því að hann er svo öruggur í öllum hreyfingum. Hann er rosa öruggur í hreyfingunum. En eins og hann segir, hann er búinn að vera að gera þetta í 6 ár. Þú veist, þannig að fyrir hann er þetta, þú veist. En sjáðu samt, þetta er ekki mörg ár sem þetta sport er búið að vera í gang. Nei, alls ekki, alls ekki. Þannig að það er rosalega góður tími fyrir fólk að koma inn núna. Því þetta er að fara að vera miklu stærra. Virðist á vídeo þá virðist þetta vera rosalega mikið að græjum og dóti og alls konar. Þetta geti gert fólk kannski svolítið smeykt þegar að byrja. Hvað myndirðu segja við þá sem að eiga refill og langar til að byrja í sportinu? Ég sé að þetta er náttúrulega, við erum allir dellugallar og það er allir alltaf mikið öðru. En þú þarft ekkert mikið. Þú þarft tvífót, sjónauka sem við getum stillt, hvort þetta M og A er mill, mill er sentimetra, sérst mill er betra. Og einhver búða til gerðinu. Þá getur þú verið með. Sko, ég er ekki að fara að berjast í fyrsta sendi en ég ætla að gera fyrsta flokks vídeo úr þessu. Þú ætla að negla það? Ég ætla að negla það. Þetta fer aldrei verið en illa. Næst síðasta þrautin. G. Býta er ég Búm, 12 af 12. Nú er þetta annað móti sem ég tek þátt í á Íslandi. Ég byrjaði í haust og tók þátt í einu móti og þetta er annað móti sem ég tek þátt í núna sjálfur. Og mín reynsla er sú að það eru allir vinir í þetta. Þú veist, við erum ekki að, hvað ég segja, þú veist,
Það er auðvelt að fá ráðleggingar sem að nýtast manni. Þetta er alveg svakalega gaman og grúppan er alveg, fólki er alveg frábært. Við skjótum allan heim og það er alltaf eins. Allir bara til að vera saman, hafa gaman og hjálpa ykkur öðrum. En bara prófa, koma og prófa. Í öðru sæti, 119 hit, er Einar Pétursson. Með 130 hit, fyrsta sæti er Rúnar Jónsson. Það er ekki Einar líka klassik. En eins og hann segir, hann er búinn að vera að gera þetta í 6 ár. Þú veist, þannig að fyrir hann er þetta, þú veist. En sjáðu samt, þetta er ekki mörg ár sem þetta sport er búið að vera í gang. Nei, alls ekki, alls ekki. Þannig að það er rosalega góður tími fyrir fólk að koma inn Já, núna. Því þetta er að fara að vera miklu stærra. Já. Miklu stærra. Og ég vona innilega að konur sem að er að koma eða þú veist, þær sem að jafnvel bara koma og eru með körlunum eða kærastunum að sjá að þeir kvikni eitthvað smá svona nisti, því þetta er náttúrulega, eins og þú veist sjálf, ógeðslega gaman að taka í gigginn og heyra BING fyrir aftan sig. Ég er ekki með fallegt bjölluflug, það er ekkert betra en fallegt bjölluflug. Ég er sammála því. Herru, ég ætla bara að hafa þetta ekki lengra. Nei, takk ég þakka bara kærlega fyrir. Takk. Það var ræðislegt. Það var rosa gaman að kynnast þér. Já, sömuleiðis. Þetta var alveg kægt, bara eins og við vorum að tala um hann hér á höfnum bara, ok, hann er ógeðslega skemmtilegur, snarklikkaður, en er ógeðslega skemmtilegan hátt.